Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá komið að Trump-tímanum á samstöðinni. Við höfum haft hérna á miðvikudögum spjall þar sem að við útgangspunkturinn eiginlega Donald Trump og áhrif hans á samfélagið í Bandaríkjunum, heiminn og hugmyndir okkar. Og hingað eru komin Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, stjórnmálafræðingur, Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi og Brynja Elisabeth Halldórsdóttir, lektor. Dósent. Ég er dósent. Dósent fyrir ekki. Dósent. Ég tekið þetta eitthvað staðar af netinu. Já, eitthvað gamalt. Gamalt. Best að sögur því. Nei. Herðu, en Trump var að tala á þann á Davos. Já, heldur betur. Talaði líka svolítið lengi í gær í tilefni að það var 1 ár frá því hann var svarinn inn í embætti. Voruð þið að hlusta á þetta? Já, ég hlustaði hérna eitthvað hluta og saup kveljur eins og maður gerir þegar hann byrjar og maður vonar bara að hann hætti fljótt að segja svo margt sem svona ógbænlegt í stöðu heimsmála í dag. En jú, hann mætti svo sannlega á Davos eftir að hafa þurft að snúa við því að það var eitthvað bilun í flugvélni, þannig að það var mikil dramatík fylgst með honum á flugradar, eitthvað 60-70 mann sem lágu yfir því samkvæmt einhverjum fjölmiðli. Svo mætti hann og hóf sína raust og það sem ég hjó eftir að hann svona byrjaði að tala um Evrópu og hvað hefði margt mistekist í Evrópu og var að stinga sér inn í raun og orðræðu þess að svona, ég myndi segja svona öfgahægri, fólk sem hefur talað fyrir því að hér verði, í Evrópu verði færri innflytjendum hleypt inn. Þetta er í takt við þjóðaröryggisstefnans. Algjörlega og í raun og veru endurspegla það sem hann væri að gera væri miklu betra. Hann væri núna að koma tilbaka með þessi störf sem hafa verið send úr landi í Evrópu, frá Evrópu, þessi svona verksmiðjustörf og framleiðsla væri að fara að staða aftur í Bandaríkjunum og þetta ætti nú Evrópu búið að gera og ætti að fara svona aftur tilbaka í einhvers konar, sjálfstyrtar búskap kannski, að vera að treysta á sjálfan sig og styrkja lönd sín og út af hans áherslum á NATO og kröfum að Evrópuþjóðir gæfi í þar, að væri Evrópa öruggari og allt þetta. Þannig að hann byrjaði á því að slá þessa tóna og greinilega að tala inn í ákveðna hópa í Evrópu sem að mér fannst svona, það er óvinnilegt að leiðtogi úr einu ríki talin í önnur ríki með þessum hætti. En í hvað hópa meinaru AfD í Þýskalandi? AfD í Þýskalandi, við talum þennan mikla vöxt í Bretlandi í þessari hreyfingu og bara víða um Evrópu. Það er nú að minnka eins og það nú eiginlega... Já. Það svona aðeins vindurinn að fara úr blöðrunni í reform. Já, það hefur verið áhuga... Það er 24%. Já. Það farið alveg upp í 33%. Já, og það er svona margir sem tala um það að það geti verið að það sé að Nigel Farage sé kannski bara svona að segja niður að því nú tekur hann afstöðu í raun og veru með hinum Evrópuþjóðunum varðandi Grænland og það auðvitað fyrir bæntalega líka bara misjafnt í fólk og svo þetta svona, hann hefur verið svona einhvers konar besti vinur Trumps í Bretlandi og þannig að þetta var áhugavert en hann í raun og veru talaði svo heilmikið orkumál og mikilvægi þess að verða sjálfbær í því en hann fór svo þetta inn á umræðunum Grænland og sagði það að hann vildi eignast Grænland, hann var ekki að gefa eftir því og Danir skulduðu sér þetta, hann hefði skilað Grænlandi eftir seinni heimsstyrjöld og nú þurfti hann bara á þessu að halda og hann ruglar saman Grænlandi og Íslandi nokkru sinnum og það var svona kannski þegar hann sagði að það hefði einhver maður sagt við hann á Íslandi að Íslendingar elskuðu Trump og kölluðu hann pappa þá svona hrökk maður upp en hann var vantarlega að rugla saman. En heldur að það sé ekki það örugglega ykkur á Íslandi sem að gæti sagt þetta við hann alveg eins og á Grænlandi? Já. Það er eiginlega ekkert líklegra að eitthvað Grænlendingur segir þetta Íslendingur. Það var skilti alveg inn eftir. Í mörkinni? Já, sem bara lengi sem var Trump skilti þannig að það er alveg fullt af fólki sem styður hann. Og það er ekki maður sem hringir mikið inn út af sögu sem að var með það skilti. Jú, líklegast. Sem þarna með eitthvað svona íbúðir sem hann leigir mest til innflytjenda. Það sem að skilti þar. Já.
En svo áhugavert hvað þetta er mikil, sko, hvað er alltaf mikil þversögn í öllu sem hann að gera og segja og þetta er rugglingslegt og hvernig fólk samt trúir þessu. Þú veist, tekur þessu sem einhvern veginn dauðans alvara. Þú veist, það bara, þetta er náttúrulega stórhættulegt margt af því sem hann að segja. En sumt af þessu líka er bara að hann er að veifa hendinni hér til þess að fela eitthvað annað. Men eins og til dæmis það er ekkert talað Minnesota núna. Hann talaði hellingu Minnesota í gær. Í gær, já. Alveg brendar, hann er rosa reiður út í það. Myndir af, komið upp í púltið með myndir af svona 50 glæpamönnum í Minnesota sem áttu ættir að reykja til Sómalíu og hann var einn að samfara grunn því að allir sem væri frá Sómalíu væri ónýtir, en þetta var ónýtt land. Já. Og við þurfum að losna við þetta fólk. Já, það náttúrulega hjálpar ekki að það var þarna þetta svindl sem að þeir gerðu með hann á COVID-stóð sem að var að vísu rekið af konu, hvítri konu, millistilla konu, en hann sem vann fyrir eitthvað góðgerða fyrirtæki. En þetta er bara, að því að þetta er demokrat fylki, þá er hann bara með þetta og hann er að notfæra sér þennan taktík til þess að hræða alla, ekki bara fólk í Minnesota. Ég er búin að vera í sambandi við fólki mitt í Minnesota í tengslum við þetta og þetta er bara mjög ókveikjanlegt og hann talaði um þetta í Bandaríkjunum en svo lætur hann þetta bara detta út fyrir utan það. Það er kannski ekki hægt að fara til Davos að tala um Minnesota. Nei, en þetta er hernám. Hann er að stunda hernám í Minnesota. Það er alltaf enginn að tala um Epstein-skjölin lengur. Nei, það sé miklu meira mál heldur en eitthvað annað. En trúið því að þú segir þetta, maður heyrir þetta og lesir þetta út um allt, að hann sé að ráðast inn í Venezuela, hótaði að sprengja Íran, ráðast inn í Minnesota, hótaði að taka Grænland til þess að fela Epstein-skjölin. Nei, en það hjálpar að það er ekki, þú veist, að athyglin dreifist eitthvað annað og ég meina þó að sko svona hluti af efnahagsstærðum hafi komið vel út núna í lok ársins á síðasta ársfjórðungi, þá er samt sem áður sko óánægja með stöðu efnahagsmála og hann er að mælast illa í efnahagsmálum og eiginlega öllum málaflokkum nema kannski sko innflytjendamálum. Það skó alltaf lakar og lakar. Já. Þannig að þá og þetta hefur fylgt forsendum á seinna kjörtímabili að horfa meira út af við og minna inn á við vegna þess að þeir eru ekki leiðin í endurkjör. Nei, og hann kemur inn á það í þessari ræðu þarna í Davos sem að var nú bara rétt á hann við stigum inn í Vindveri að þá fór hann yfir þau efnahagslegu svona ívilnanir sem að hann ætlar að beita sig fyrir núna á næstunni gagnvart sínum þegnum og það snýrst mikið um íbúðalán og vexti á kreditkortum og það eru svona í raun og veru ákveðin mjög vinsalar aðgerðir klárlega, sérstaklega fyrir þá kjósendur sem að kusa hann fyrir í raun og veru af því að hann lofaði að gera hlutina ódýrari og efnahagsmáli voru auðvitað mjög ofalega og hann mældist allan tíman í kosningabaráttunni langsterkastur þar. Fólk trúði því að hann myndi raunverulega gera róttækar breytingar og hann talaði um það í ræðunni líka en við vitum það 85% Bandaríkjamanna vilja ekki að Bandaríkin ráðast inn í Grænland og hætti þessu rugli og hann er í raun og veru, hann heldur þessu til streitu og svo kemur hann inn með mjög vinsalan pakka á sama tíma. Þannig að sko, við erum alltaf að reyna að horfa á Trump og reyna að útskýra hann einhvern veginn með framheilunum og allri skynseminu og hvernig hlutinni ræðast upp og svona. En hann stýrist mjög mikið af svona frumkvötum og það er þannig að hann beitir því auðvitað líka sem svona ákveðni taktík til þess að halda okkur öllum á nálum. Ég muni sjá að heimsbyggðin er núna 2 daga í röð búin að liggja yfir ræðum þar sem hann delerar fyrir ekki í 2 tíma og fyrir við hann við öll og ruggla saman alls konar og eitthvað. En hans, sko, við getum bara ekki hægt að horfa á það að hann er forseti Bandaríkjanna sem ber upp þetta gríðarlega mikla hera. Það er valdamesti maður í heimi, ég heyrði eitthvað haldaði fram að þetta var valdamesti maður sögunar. Þegar hann hefði dreigið sér svo mikið vald sko, umfram það sem að forseti Bandaríkjanna hefur yfirleitt. Og það er bara aldrei neitt maður í sögunni haft annað eins vald eins og þessi maður. Nei, en ég verði að bæta hans við að því að sko, það sem skiptir auðvitað öllu máli, alveg saman hvort það séu samskipti Trumps við alheiminn eða bara við á milli, 2-3 einstaklinga, að þá snýst þetta alltaf einhverja dýnamík að taka einhver pláss og hann tekur alveg gríðarlega mikið pláss og það sem hefur gerst núna í heilt ár er að leiðtogar í heiminum og sérstaklega þessar evrópsku leiðtogar hafa lúffað
og hafa reynda að láta eins og bleikifíllinn sé ekki í stofinni og það er bara við erum að horfa á stærsta leikrit í meðvirkni bara sem sögum fara að mörgu leiti mjög skynsum hvötum að því þeir ætla ekki að setja sitt land í heitasæti og vera í heitasæti Trump sem er þetta mjög óþægilegt og hafa farið af þessu mismunandi leiðir en það sem við sjáum þess að eftirstendur er að þeir sem hann ber virðingu fyrir þeir sem fara að harrast í hann og það er forsætisráðherra Kanada hélt ótrúlega magnaða ræðu í Davos og ég mæli með að fólk kynni sér hana þar sem hann í raun og veru tekur á þessu akkurat að við erum öll einhvern veginn farin að færa okkur aðeins til þess að aðlaga okkur að heimi Trumps því við ætlum ekki að trufla hann, við ætlum ekki að stoppa þetta, við ráðum ekki við það einn en það sem er að gerast núna í Evrópu er að leiðtogarnir að standa saman vonandi sem einn maður en það er ekkert víst að það dugi. Manni finnst það, sko, þegar Mark Carney talar þá finnst manni það, hann náttúrulega, þetta er svolítið nálægt honum og maður tekur mark á honum. En þessi leiðtogar Evrópu sem eru nýbúnir að vera sleikjan upp, sko, og eru núna einhvern veginn með einhvern, sko, að sömuleyti hafa leiðtogar Evrópu spilað leiki við Trump kolránt í heilt ár, alveg hryllilega ránt. Og ég held að Evrópa ætti nú bara að skoða það hvort það verði ekki komið tíma til að skipta út eitthvað þessum leiðtogum, sko. Þú veist, eigum við að trúa því allt í mæti þeir og alltaf vera svo töff Trump, ég bara kaupið það ekki. Nei, ég meina, það verður ekki trúa því að Keir Starmer eða einhverju sko svona einhvern veginn rétti úr sér. Framkvæmdastjóri NATO til dæmis. En ég held að, ég held að þessar populísku aðgerðir í innanlandsmálum eru viðbragð við væntum ósigri í haust. Það er að segja að hann er að reyna að búa til, koma með eitthvað mál sem til þess að auka vinsældir vegna þess að hann veit og hann hefur sagt það að impeachment sem að er ekkert góð þýðing á embættismissis réttarhöld munu hefjast leið og demókratar ná völdum og eins og staðin er núna þá lítur þannig út fyrir það að demókratar munu ná völdum í fulltrúadeildinni og það er erfitt í öldungadeildinni ef það verður kosið ef það verður kosið alltaf en ég held að hann sé að reyna að búa til auka sínar vinsældir og auka vinsældir republikana til þess að þeir eigi meiri möguleika í midterms. Þú verður að reyna að svara demókratum á svæði þess að sem að veita hans þetta veiku fyrir sem er svona affordability eins og hann kallar það. Og er alltaf að velta fyrir sig hvort að það sé þetta hugtak sem að sé til. Einmitt. Vegna þess að það hefur aldrei vafist fyrir honum vegna þess að hann borgar ekki reikninga. Þannig að en sko, og svo er hitt eitthvað legacy. Það sem hann er að gera varðandi Grænland, það snýst það að hann verði eins og Andrew Johnson sem að keypti Alaska og og aðrir sem að sko stækkuðu Bandaríkin að það verði svona hans stóra arfleiði vegna þess að þú veist, ég held að þó að hann hugsi sér að lifa að eilífu að þá þú veist, er hann að hugsa einhverja arfleið og söguna og hvernig hans verður minnst og að hann verði besti forseti allra tíma og svo framvegis. Sko. Þetta sé svona persónulegt í honum og frekar heldur það að við til þess að byggja upp heimsveldi hér á vesturhveli jarðar þá þurfum við að eiga olíuna í Venezuela og við þurfum að eiga allar námur í Grænlandi til þess að treysta okkur til lengri tíma. Og hann er með skítsama næstu kynslóðir. Sorry, þetta er bara það, þetta sem ég held sko. Þetta er bara fyrir hann. En svo er það að þú talar sko leiðtoga Evrópu og allt þetta og maður hugsa sko að þú ert í þessari stöðu, þú ert allt í einu með heiminn undir, alltaf þú ert stíga fram og fara á mótunum og allt í einu vera að rugga bátnum, þetta er auðvitað, sko, maður sér... Einhvern tímann er no, sko. Það er nefnilega mál og ég held að það sé núna sem að þeir verði í raun og veru og það virðist vera svona einhvers konar samstæða myndast, en það sem maður horfir líka á eins og í Breitlandi, eins og í Þýskalandi að sko alternativið, eða það er að segja, næsta leiðtogi sem að væri kosin eða væri farið í kosninga núna er kannski bara mjög svipað þengjandi og Trump. Þannig að það er líka, held ég, sko, ég held að... Þessi hugmynd að það sé eitthvað óhjákvæmilegt, sko, þeir eru eftir að stilla upp listum þessi flokkur þarna. Og þeir eru eftir að ná þessum fylgi í kjörklefanum. Við þekkjum þess miðflokkin hann mældist held ég bara með 6% meira fylgi 2 vikur fyrir kosningar heldur hann fékk.
og þegar líður á kosningum þá eru svona þetta hrynur að þessu flokkum. Það er nú Og ég ekki... meina að það þegar byrjaði að gera það í reform og kosningar í Bretlandi með Trump í Washington, ég held að það sé ekkert góð staða fyrir Farage. Já, sko, ég held að það sé kannski eitthvað sem við, einhverjum En það er bara allir leitur Evrópu að bara gefst upp fyrir Já, þessu. en ég held Það núna verðum við bara að taka upp Trumpisma, vera anstekkileg við innflytjendur og vera bara eiginlega verri en hann og sleikja hann upp. Já, það sem ég kannski meira að segja ég held að almenningur í þessu löndum horfi á núverandi leiðtoga, sjáu viðbrögðin og hugsi við erum með hann, við getum fengið ef við farum í kosninga, farum að krefast kosninga, því það er ekki tekið rétt á málum og þá erum við kannski komið með eitthvað allt annað upp á borðið. Þannig að ég meira að horfa á það að... Allt annað verður með það sama. Já, þú ert með Keir Starmer sem að sleikja Trumpu. Já, sem Nigel Farage gengur nú ekki sérstaklega vel upp. Já. Hvað er munur? Já, þú ert þá komið með meira öfga í heimalandinu, þú ert komið með... Það Njúfsson getur hérna á Davos, hann sagði það komið með hellinga hnélífum handa leiðtogum Evrópu til þess að geti verið á njánu fyrir Trump. Já. Nei, ég meina, þetta er það sem að blasir bara við heiminn, þannig ég veit ekki hvað. En þú veist, en það sem gerðist í Kanada var bara að Kanadamenn fóru frá því að kjósa Pierre Poilievre yfir í það að kjósa Mark Carney. Sem var eiginlega fyrir síðasti stórsigur hægrimanna sem að bara í langan tíma, sem að var sem Trump eyðilagði. Já. Og ég meina, og verandi hægrimaður, að þá er þetta, og það hefur verið frá því ég byrjaði að skrifa Trump, hefur þetta verið áhyggjuefni mitt varðandi hægri pólitíkina. Við horfum, Íslendingar og Evrópubúar horfa oft til Bandaríkjana þegar hvað er að gerast og gerjast í pólitíkinni. Hvort sem er vinstra megin að hægra megin. Við sáum það þegar Clinton vann að þá kom einhver þriðja leið hjá krötunum í næstu 10 ár þar á eftir. Tony Blair og Co. Já. Og Guð minn góður, Anthony Giddens var fluttur hingað inn og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þú er þrættur að Trump komi óverð á hægri beinu skula. Ég held að hann hafi gert það. Ég hef búin að hafa þær áhyggjur lengi hann hafi gert það og við erum að sjá það að alls konar fólk sem hefur valdeflst í einhverjum rasisma og óþoli og svona ekki virðingu fyrir náunganum sem eru grunnforsendur frjálshyggjunnar Gunnar Smári. Þannig að við, þetta er það sem hefur valdið mér áhyggjum og mér finnst óþægilegt en það sem við erum að sjá hins vegar víða er að í þessum vestrænu lýðræðisríkjum hafa kjósendur, hafa Trump áhrifin verið svo að kjósendur kjósa meira til vinstri. Og það er bara... Það var í Ástralíu og ég held að maður geti bent á Holland, ég held að maður geti bent á bara, þú veist, jafnvel í Danmörku, sveitarstjórnarkosningarnar, hvað er þessi hægri bylgi þar? Menn voru að reyna að ljúga upp einhverju, að Danmörku demokratar hafi náð eitthvað næstu 9% á landsvísu sem einhvern sigur. Það eru hægri sinnaði frambjóðendur í Suður-Ameríku sem hafa náð fylgi undanförnum misserum en ekki í Evrópu og þessum traditional vestrænu lýðræðisríkjum, hvort sem er Ástralía eða Holland, þar sem að Viðreisn vann kosninguna og svo framvegis. Sósíalisti kosið forseti í Írlands. Við getum alla bent á við erum farið til Austur-Evrópu og Suður-Ameríku til þess að sjá sigra hægrisins. Já, ég held að við höfum aldrei tekið að því að okkur finnst það svo fyndin einhvern veginn, hann er svo mikið skrýpmyndi að þú veist, Evrópa hefur aldrei tekið, við höfum aldrei tekið hann svo alvarlega fyrir núna að því að við heldum líka að lýðræðið í Bandaríkjunum og kosninga og kerfið í Bandaríkjunum var svo sterkt að við gerðum ímynduðum okkur aldrei að hann geti gert allt þetta fyrir ofan þingið. Þó að, þú veist, margt af þessu er algjörlega ólöglegt og það hefur enginn getað stoppað. En Brynja, veistu af hverju trúðu því? Að það eru menn eins og Friðjón sem hafa komið hingað í mörg ár og sagt að sé eitthvað svona vörn inn í bandaríska kerfinu sem að muni hemjan. Það er ekki Friðjón. Þú hefur haft trú á því og miklu fleiri en þú sem hafa sagt að Bandaríkin eru þróað lýðræðiskerfi en svo erum við bara hægt og bítandi að sjá mann sem er að taka sér ég trúi því að Bandaríkin sé ennþá landlagana og kerfið sé byggt á lögum og að hann muni á einhverjum tímapunkti mun hann rekast á. Ég hef hins vegar og ég hafna því að ég hef sagt að allt sé einhvern veginn allt í lagi og það verði ekkert, Trump mun ekki hafa neinn áhrif eða þú veist, eða mun ekki komast til valda og svo framvegis. Þegar hann tapaði 20
þá og eftir 13. þegar margir sögðu, já nú Trump búinn, þá var ég algjörlega viss um það að hann myndi og sagði það einhver stað að svo ég sé að rétta minn hlut við borðið að hann myndi koma aftur og hann myndi bjóða sig fram 24 og hann myndi og svo sko ef að Biden hefði ekki svikið það sem hann gaf í skinn og óbeint lofaði að hann myndi bara vera einskjörtímabils forseti þá hefði Trump mögulega ekki unnið. Sko aðeins til að bjarga friðanum smá Fleiri friðjum sem við satt þetta. Já, en sko í þessi stóra tilraun, 250 ára tilraun að því ég lærði stjórnmálafræði út í Bandaríkjunum og satt í mjög þungum kursi Federalist Papers og Checks and Balances að þú veist að í raun og veru öll umgjörðin og þú veist við kannski erum bara að sjá það núna hvað hún var í raun og veru veik og í raun og veru, sko, en við vitum það líka alveg að lýðræðisríki geta molna, það getur molna undan þeim ef að þessum aðferðum beitt og ég bara hvet fólk til að lesa Timothy Snyder hvernig land smátt og smátt að hrynur undan þeim og hann hefur í raun og veru beitt öllum þessum aðferðum, það eru háskólarnir, þú veist, það eru hótelnirnar, það eru farið í hvern einasta þingmann sem segir stiðar yrðu á móti þeim. Það eru auðvitað gerrymandering að vera að reyna að breyta kjördæmunum þannig að það falli frekar republikunum í vil. Þannig að þetta hefur verið í raun og veru umgerð, ekki bara kennd heldur sýnt fram á margátt. En svo það sem að forsætisráðherra Kanada var að segja í ræðinni í gær að við erum líka búin að byggja upp alþjóðakerfi sem við njótum góðs af og hann talar það sjálfur, Kanada, en við höfum samt alltaf vita að þessi stæðst og sterkasti, hann getur einhvern veginn beitt sér ef hann getur riðlað kerfinu og það það sem við erum að horfa á núna og nú ég ekki talsmaður aukins hernaðar eða hvað en það hins vegar alveg gigantískur munur á herafla Bandaríkjanna á Evrópu og það sem ég held að geti verið að gerast núna að hann segist ekki ætla að fara með hervaldinn í Grænland en það eina sem hann þarf að gera að labba út úr Úkraínu. Þá erum við bara komin, eða Evrópa, komin í talsvert mikið vanda. Og og þú veist, þetta það að vera stór og sterkur, þessi svona gamla realíska pólitík sem hann að spila, sem við vorum í raun og veru svolítið búin að kúpla okkur út og ætlum að vinna saman, sem við öll menning Evrópu og Bandaríkjanna í raun og veru líka að megninu til. Gengur út á að hún í raun og veru bara núna upp í loftið. Það bara spurning hvernig við ætlum að lendinni og hvernig fólk stendur saman til þess að gera það. Af því við erum líka, Bandaríkin náttúrulega í gríðarlegum viðskiptum, bæði við Evrópu og Suður-Ameríku og heiminn allan. Þannig að þau geta ekki heldur lifað í sem eitthvað eiland, það virkar ekki heldur. Já, eins og getur oft verið hættur þetta að hugsa andstæðingurinn sem við þessi tilveitir í Bandaríkin að þau geta ekki hann hlýtur að vita þetta og þetta og þess að gera hann þetta ekki það ekki alltaf þannig hann bara gerir það bara samt ég held að ég ekki vissum að hann láti það stoppa sig þó að vel settir tollar á móti og okkur annað það hins vegar spurning það bara gott Já, en það hins vegar spurning hvenar hans kerfi sem þó ennþá til staðar þingið vaknu upp hvort þau gerir það eða og það verði einhvers konar af því við höfum náttúrulega líka síðan Suez-skurðurinn, við höfum séð alls konar mál þar sem að fer alveg á fullt og heimurinn allur einhvern veginn að horfa á hann og ekki tala um þetta annað og svo allt í einu bara komið eitthvað nýtt mál og það bara við gleymum því. En ef við hýjum á leiðtoga Evrópu og hvernig hafa verið gagnvart Trump þá getum við náttúrulega ennþá frekar hýjað á þingið í Bandaríkjunum. Já, það absolutt. Það bara það eiginlega bara alveg furðulegt og líka í raun og veru maður sér bara fréttaflutningur hann bara hættur að snúast þingið. Þetta er bara fólk sem skiptir ekki einhver máli og það í raun og veru ekki rétt lagalega séð þau hafa alls konar leiðir. Nei, maður fær rosalega lítið finnst mér upp úr fréttaflutningi í Bandaríkjunum. Maður þarf að horfa miklu meira á lokalt til að sjá hvað í alvörunni að gerast eða bara vera með fólkið í fítinu hjá sér eða eitthvað svoleiðis. Ég held að þau séu að vakna hægt og rólega, allavega demokratarnir hægt og rólega að láta til sín heyra meira en samt ég held að þau hafi verið með sömu hugmyndina við skulum bara ekki trufla hann og leyfa hann bara að vera í svona litla heimi hann ekkert að trufla neitt og það gerði þessi engin grein fyrir því hvað þetta var í raun og veru veikt og hvað var hægt að stuða
og breyta miklu á stuttum tíma. Svo bara reifan hálft Hvítahúsið, sko. Já. Ótrúlega Svo það eitt eins og þú varst eiginlega bent á að það getur verið svo erfitt að reyna að setja eitthvað vit í vitleysu. Já. Þannig að við getum mist vitið af því. Já. Og það náttúrulega hægt að finna til með þess að maður sé bara blaðamaður á New York Times eða eitthvað sem ætlar að útskýra þetta og það er bara það er að setja gert sko. Við höfum eiginlega ekki svona menningarlega undirbúning undir það að segja þessa sögu. Nei. Því þessi saga er svo trillt. Þetta svolítið eins og verið í absúrt leik. Eins og alltaf í þessu samtali hér. Við veitum ekki hvort við erum að tala stjórnmál eða hvort við erum að tala sálfræði eða við erum að tala En það er það sem ég held að séu sko, við séum á þeim stað að við erum svolítið, og nú tala ég við sem Evrópubúar, að við þurfum svolítið að standa bara með því sem við höfum trú á. Og ég veit að það er hægara sagt en gert. Ég veit að það er líka ákveðin realpólitík bara í gangi sem við bara er óumflýjanlegt. En það er einmitt þetta að reyna að standa saman og að það sé ekki bara að því það sem hefur verið að gerast síðasta ár er að þau hafa í raun og veru mjög lítið ítt á móti. Já. Þau hafa í raun og veru bara verið að eldan og eiga fundi og reyna að vingast við hann og reyna að ná eitthvað og það hefur ekkert skilað nefnum sérstökum árangri. Og í raun og veru bara þegar, og þetta sem ég var að tala með þessi samskipt manna á milli og þjóða á milli, þetta gengur auðvitað alltaf út á það, þú standir með einhverjum prinsipum, þú standir fyrir eitthvað og svo er einhver lína sem að þú leggur, sem að þú ert þá búin að segja, ok, hérna hingað ekki lengra og þá eru auðvitað ef afleiðingarnir eru þannig og stundum eru bara sambönd á milli fólks þannig að Evrópa hefur bara ekki verið í þessari stöðu. Þeir hafa verið svo háðir því að hafa Bandaríkin hérna inni til þess að geta háð áfram stríð í Úkraínu því að þau geta ekki gert það einn. Þannig að þau þurftu eiginlega að beygja sig undir allt sem hann segir. Núna er komið svo staður að við getum ekki beygt okkur undir það sem Trump segir. Þá verðum við líklega að hringja í Pútín og semja frið í Úkraínu. Evrópskir leiðtogar eru bara ekki, því miður. Þeir eru búin að investera inn í einhverjum veruleika sem á endanum var bara aldrei til. Já, það var aldrei til að Bandaríkin myndu sitja refsitolla á öllu viðskiptalönd Rússlands, að þau myndu fjármagna stríði í Úkraínu, það bara var aldrei í boði. Og allt innir Evrópa líka með allt niður sig. Það ekki? Jú, ég meina, þetta er þetta rosalega erfið staða en það sem ég er að segja er að þú getur ekki bara endalaust tekið við, þú verður einhvern tímann að stiga fæti niður og ég held að það tíminn sé núna og ég er ekkert viss að þessi taktík sem að þau hafa verið að spila og vorum að tala þetta hérna áðan að í raun og veru að vera eldan uppi með hverja einustu vitleysu og í raun og veru bara, þetta er bara svo furðuleg samskipti sem maður hefur verið að sjá og láta eins og bara sem dæmi, það er búið að vera þetta stóra mál með gervigreinda fyrirtæki Elon Musk í Bretlandi og Bretar hafa verið að veigra sig við því að setja á hann sektir að því það eru bara ákveðin lög í gildi í Bretlandi, þau veitir að það hefur verið að áhyggjur af því að þau trufli Trump með því eða BBC sem er hugsa hvort að semja við Trump því hann ákærði leggja inn einhverja kæru. Nefnir það sem að var sterk setning hjá honum kanni var að nostalgía er ekki plan. Evrópa getur ekki hugsað þannig að við skulum láta eins og hlutin væru eins góður og við heldum þau væru og byggja á því. Við verðum að bara endurmeta eiginlega alla stöður. Við verðum að endurmeta hvað ætlum við að gera við Rússland sem er líklega ekkert að fara, hvað ætlum við að gera við Kína, hvað ætlum við að gera við Bandaríkin. Þetta og svo ertu með 27 eða fleiri lönd. Og kannski er það, ég meina ekki að gefa honum mikið kredit fyrir eitthvað svoleiðis en þetta hefur allt verið að artast lengi. Þetta er ekki það sem er að gerast núna, það sem við sjóða upp úr, það er búið að vera í stellingum lengi. Ég meina Kína er búin að vera inn í Afríku alveg rosalega lengi og hafa áhrif og við höfum bara verið svona og svo, þannig að eitt sem hann hefur kannski gert sem er kannski óviljandi er að hann hefur afhjúpað þetta allt saman. Þannig að núna þurfum við einmitt eins og Karni segir, nú þurfum við virkilega að skoða naflana á okkur. Hann hleypur heiminn og gerir samning við Kína til þess. Já, einmitt. Það er mjög áhugavert. Hann er auðvitað mjög klár, hann er búin að gera samninga á bílaframleiðendur í Kína, hann er alveg að spila öll spilin, sko. Já, ég menn, þú veist, og auðvitað erum við komin í eitthvað skrítin heim, sko, það sem að 2-3 vikum eftir tolladaginn mikla fyrir tæpu ári síðan þá varu viðskiptafulltrúi Kína í Evrópu að fara á milli höfuðborga Evrópu
og tala sko frjáls utanríkisviðskipti og hann var bara með sko Friedman og Hayek á bækurnar á Heitir þú hann? Nei, og ég meina þú veist þetta var bara í fréttum að hann var að tala sko frjáls alþjóðaviðskipti og tollalaus viðskipti og svo framvegis sko sem þetta hafa hentað kynverum mjög vel sko. Þannig að sko, já, ég sko, sá sem hefur farið best með Trump held ég að segja Alexander Stubb forseti Finnlands, hann góður í golfi og fór bara að spila með golf og þeir eruðu vinir, þannig að við þurfum bara kannski að senda nokkra góða golfara til Florida og DC og bara halda honum uppteknum. Er það ekki bara málið? Bara hringi Birgileif. Sko, ég held að í raun og veru, ef maður horfir á þetta er galið og eins og þú sagðir á hann, ég minna að erum við að tala um stjórnmálafræði, erum við að tala um sálfræði, eða, ég held að aðalatri að eina sem að ríki geta gert eins og ég var að tala um þetta að standa saman, við erum með eitthvað sameiginleg gildi en hitt svo að bara undirbúa sig það verður bara undirbúa sig undir alls konar scenarió. En þá verður menn sko, ef menn ætla að gera það, þá verður menn líka að standa saman og það sem sko óhentugt til dæmis í íslensku orðræðu núna það að vantraustið milli flokkana á þingi þannig að ef ríkisstjórnin segir sko við þurfum að sko evrópska þjóðir og evrópsk gildi þurfa að standa saman þá erum við að og þá liggja Viðreisn og Samfylkingin undir grunn það að vera að koma okkur inn í Evrópusambandið það planið sem að bendi á að það þyrfti að vera að skoða fleiri kosti og þá hún að svara frá sínu flokksfólki hvað viltu að við göngum í Evrópusambandið þú var nú að skrifa greinu það bara leið og segir eitthvað sem byrjar á þannig við erum með þennan klopning í allri umræðu sem kannski rótin af vandanum sem í Bandaríkjunum já, en það sem ég að segja sko sko ef við ætlum að taka umræðan að standa saman þá verðum við líka sko að taka þá sko inngöngun og í Evrópusambandi þá má það ekki vera hluti af umræðunni skilur hvað við það að samstæðan felist í því að við sem erum andstæðingar þess að gangi í Evrópusambandið, ég og Gunnar og ég veit ekki með Brynju en ég hef kynnt mér það neitt sérstaklega en að við þurfum einhvern veginn að undirgangast það að við eitthvað orðræðu það að við sem að fara í Evrópusambandi það sé hluti af samstöðunni gegn þessum yfirgangi að vestan þannig að fólk þarf líka en ef þú vilt ekki ganga í Evrópusambandið þá þú tröppisti já, nákvæmlega sko já, en það ekki eitthvað svona hugmyndafræði sem á sér stað mestmagnis einhvern veginn niður á þingja því að maður heyrir alveg fólk tala um evróskildi og það sér ekki allir einhvern veginn það að gangin í Evrópusambandið margra ára prósess það gerist ekkert á korteri mér finnst það svakar eftir að ríkisstjórnin ætlar að skella þessari hluss á borðið í umræðinni þetta algjörlega fráleitum tíma algjörlega hverfanda kvel í heiminum að allt í náttúrulega við eitt landa að fara að ræða það allt saman í gegnum aðildarviðræður á Evrópusambandinu. Mér finnst það bara hverjum datt þetta í hug? Finnst það nú að taka ákvörðun hvort það eigi að fara í þessar aðildarviðræður? Ég held að sé líka alveg mjög sérkennilegt. Höfum við ekki nóg að tala? Ég veit ekki, greinlega ekki. En sko, mitt bati það, þú ert búin að segja að þetta í stjórnarsáttmálum, ég man ekki nákvæmlega tímasetninguna, það ákveðin rammi að hann var gerður áður en að Trump tók við já, en þjóðin sem spurð það var líka sérkennilegt að sko draga úr möguleikum þjóðarinnar til að hafa áhrif á framtíð landsins í þessum aðstæðum þannig að og síðan tekur það við ef að það þá samþykkt aðild og samningaviðræður og ég meina þið munu hvernig það var síðast að þetta tók nú talsverðan tíma og náðist ekki svona klára það. Þannig að ég held að það skiptir máli, en ég er alveg sammála. Ég var hissa, ég var að horfa á Silfröðum daginn, núna á mánudaginn og horfa á þingmennina, utanríkismálanefnd. Mér fannst þetta ekki sérstaklega þroskuð umræða. Ég var svolítið saknaði þess, þið vitið þegar við stöndum saman alveg saman í hvaða flokki við erum þegar að það stæðjar einhver ógn og þá eigum við að vera aðeins fyrir ofan þetta. Mér fannst þetta, ég var alveg svona, var dálítið leiður yfir því að við eigum auðvitað fullt af flottu fólki sem hefur mikla þekkingu á utanríkismálum og þegar við erum að tala fyrir hagsmuni þjóðar í svona aðstæðum þá eigum við að vera aðeins fyrir ofan. Forsætisráðherra er bara í gær að segja nú sé tími til þess að ræða á Evrópumálin sko. Já, ég meina það er auðvitað hluti af vörnum geta verið tryggð inn í Evrópusambandinu. Við vitum það líka og það þarf líka að fara að ræða það. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin.
Ég meina, Hvað þarf að gera varnarsamningu Evrópusambandið? Það eru ákveðinu varnir sem að tengja það Evrópusambandið í dag. Varnarsamningu GATT. Já, róa sig. Sko, ég er ekki sammála þessu. Ég meina, við erum auðvitað, ég meina, NATO er að verða mest megnis, það sem við munum treysta á ef að fer sem horfir, þá er það Evrópuríki. Bryndís, þegar að Bandaríkin draga hendi sína út úr Evrópu, að þá verður endurskilgreining á því hvað NATO er og hvað NATO getur orðið. Og þá mun komi ljós að það eru mjög ólíkir hagsmunir landana sem eru inn í NATO sem ekki komu fram vegna þess að Bandaríkin lögðu línuna. Og ég er hættur að sama muni gerast inn í Evrópusambandinu, að þegar að vegna þess að Evrópusambandið er sumuleyti hluti af, við getum sagt bara eins og þetta stefnu Bandaríkina, en að þegar að Bandaríkin eru farin út úr Evrópu, að þá held ég að við nefndum til dæmis bara eins og við Rússland og Úkraínu, hvað að gera við það ef að Bandaríkin ætla ekki að leysa það mál? Það verður auðvitað Evrópa að gera það. Ég meina og þá kemur í ljós að það eru bara ólíkir hagsmunir sem landa og það er kannski ekkert svo gott kerfið sem er innan Evrópu í því að taka ákvarðanir í öryggismálum. Þeir hafa ekki gert það sko síðan, síðast þegar þeir gerðu það, þá voru þeir í stríði sko og þar áður þeir að gera það, voru líka í stríði. Já, en ég meina, sko, fólk verður auðvitað að hafa val, ég held að það sé líka, ég meina, við ætlum ekki að vera að tala þetta endalaust og þá held ég að fólk eigi að fá að kjósa hvort það vilji fara inn í Evrópusambandið og ég meina, fyrst þarf þetta ákveða hvort það vilji fara í þessar samningaviðræður. Mér finnst fáránlegt að það sé einhvers konar, það er að loka fyrir það því að nú sé svo allt svo ótryggt. Ég held að sé einmitt þá sem að maður eigi að hafa fleiri valmöguleika og skoða hvað er, að því við vitum í raun og veru ekkert hvernig staðan verður eftir mánuð eða 2. Þannig að ég held að þú tekur ekki valmöguleika frá fólki en sko þetta er bara tímasetningarnar sem að sko að Evrópuumræðan sko ef að allt er svona hverfandi vegna þess að það er svo mikið rót í alþjóðakerfinu, vegna þess að það er svo mikið rót á því hver staðan verður, þá finnst mér og kannski einhverjum fleirum og greinilega Gunnar líka, það vera svona frekar óábyrgt að skella Evrópumálunum þá á borðið til að ruggla þessu umræðu sem við þurfum nauðsynlega að ná í gegn sko. Því að við erum að tala ef við ætlum að tala að standa saman. Ég ætla aðeins að segja, mér finnst miklu áhugaverðari til dæmis sko, ef við erum komin í einhverja nýja heimsmynd, þá finnst mér miklu áhugaverðara við ræðum við sko raun þjóðirnar á Norður-Atlantshafinu sem eru þá Bretland, Noregur, Danmörk, Ísland og Kanada einhvers konar varnar- og öryggissamstarf frekar heldur en við förum að stóla á það hvort að Frakkar eða Ítalir koma ekki til varna. Þannig að og ef að Bandaríkin er komin í eitthvað allt aðra vegferð. Þannig að sko, og við þurfum að taka þá umræðu áður en við förum að tala um það hvort að við ætlum að fara í Evrópusambandið. Ok, sko, ég held að þið minna ekkert skiptum sko hvort að við í Evrópusambandið, við nota þetta. Sjáu í þessu þætti, bara þetta mál. Já, ég ætla bara, leyfðu mér bara að svara. Herru, sko, fyrsta lagi, sko, hafa það alveg á hreinu að heimsmyndin sem við viljum ekki fara úr, hún byggist á viðskiptum milli landa, samvinnu, dýpri samvinnu, tollum, frjálshyggjunni þinni og Evrópusambandið náttúrulega gengur út á það og hefur verið þetta friðarbandalag í raun og veru tryggt frið með sameiginlegum hagsmunum frá því að stofna. Ég ætla ekki að rekja söguna. Það að bjóða fólki að skoða þá leið er ekki að fara að snúa okkur á hvolf. Við höfum farið í þessar aðildarviðræður áður, það er helling til, það er búið að landa einhverju og síðan kemur einhver samningur, þá getur fólk tekið upplýsta ákvörðun hvað á að gera. Við tökum ekki valmöguleika að borðinu þegar við erum í óvissu. Það er fráleitt. Þú varst að kvarta yfir silfrinu, að það væri svona einhvern veginn Já. Ég er ekki þingmaður utanríkismálanefndar. Ef þú hefði skellt Evrópusambandinu þarna ofan á allt annað, þá hefði þessi umræða orðið sko bara idiotísk. Já, en þarna var bara verið að tala um Grænland og varnarmál og eins og staðan þeirra er í dag. Og ég meina, þetta er allavega, ég held að þetta sé einhver sem að bara líka þjóðin myndi ekkert sætta sig við. Það er helmingur þjóðarinnar er fylgjandi aðild í dag. Það eru mjög margir sem það eru mjög margir sem að vilja fá að greiða atkvæði samning og sumir vilja fara inn, aðrir ekki, forsendur geta breyst, það getur alveg verið að þetta verði mjög vanlegur kostur eftir nokkur ár, kannski ekki, en þá kýs fólk það. Hins vegar, að þá erum við með einhverja realíska stöðu núna sem er svo að við erum að byggja varnir okkar á Bandaríkjunum sem eru
ætlar sér að grípa næsta nágrannaríki. Það já. hlýtur að vera kalla á einhver nýtt samstarf. Við verðum að fá að geta rætt það. Ég pröfaði það hérna á sunnudaginn og það var bara eiginlega, ég var hlegin út af borðinu því ég var að tala varnarsamningin. Þú veist, við erum með varnarsamningu ríki sem að hóta því að ráðast inn í ríki sem með nákvæmlega sama samningu við. Og það sem mér er eitthvað forvitni að vita, hver ekki bandarískir hermenn á Íslandi? Hvernig, að því við vitum það að til þess að sko operata á Grænlandi að þú þarft að komast til Grænland, það ekki alltaf hægt. Það mismunandi aðstæður, hafnir og flugvellir, þetta ekki land sem auðvelt að sinna, þannig að ekki líklegt að Ísland verði einhvers konar móðurskip. Mjög líklegt að núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum séu með einhverjar ráðagerðir að auka mjög viðbúna bandaríska hersins á Íslandi. Ég held að það sé bara mjög líklegt. Ég hugsa. Ég hef verið svolítið hljóðlátt líka. Þegar við fórum aðeins að tala um Evrópusambandið. En ef við förum aftur inn í Bandaríkina, þá eru Bandaríkjamenn ekkert svo mikið að pæla í þessu. Það er sáralítinn áhuga á Grænlandi og það eru allir mínir vinir að spyrja Grænland. En eru þið ekki meira að horfa á æs? Jú, það eru náttúrulega rosalega margir að horfa á æs, flestir vinir minni, ég bjó í Minnesota í 20 ár, þetta er barnið mitt ólst þar upp og býr þar ennþá og þau eru náttúrulega að horfa inn á við, þetta er alveg stór hættulegt og bara mjög ógvekjandi að þú þarft að sonur minn var að segja, sonur minn er brúnn og hann var einmitt að segja mér, ég talaði við hann á föstudaginn að hann keyrir á bílnum sínum með vegabréf sitt og í augnablikinu skiptir það engu máli og hann heitir Þorkell. Það er bara, hort á vegabréf hans, hvernig segir þau nafnið þitt? Þannig að þetta er alveg rosalega ógvekkjandi og það eru rosalega margir að horfa inn á við en það eru mjög margir að spyrja mig hvað er að gerast í kringum Grænland, hvað finnst Íslendingum það að það er verið að tala Grænland með þessum hætti og ég hef náttúrulega sagt að við erum þetta er ógvekkjandi fyrir okkur, ekki á með sama hætti að það er engin hætta á því að við sem greipin að götunni og hendinni inn í einhverju fangabúðir og það hefur verið að taka þetta fólk sem eru í bandaríski ríkisborgarar og flytja frá Minneapolis niður í Texas og það veit engin hvert fólk er að fara, það er kona sem að liggur núna í dá inn á spítala og það veit engin hver fjölskyldan hennar er, það hefur verið, ég fæ bara auglýsingar eftir auglýsingar að hjálpa að finna sómalska fjölskyldu hennar, þannig að þetta er bara, og ég held að það sé rosalega lítið talað þetta í fréttunum í Bandaríkjum, það Minnesota-búar eru virkilega að tala það, hvað það er lítið fjallað þetta, hvað er mikil hætta í gangi og hvað þau eru hrædd og samt eru þau ekki að ganga með byssur, þau eru ekkert að mótmæla með þannig hætti að þau eru að skapa neina hættu. Men það var, ég sá vídeo, ég veit ekki hvort þið hefði séð þetta, að maður sem að sata á þarna svona slátturvél sem var klæddur eins og nóm, eins og lítill álfur og æs var að elda út allt inni Minneapolis, þannig að þetta er það sem að þau eru að gera til þess að mótmæla því sem æs er að gera. Búið til svona grín úr þessu, sko. Og búa til gleði og það er allir að koma saman og vinur mér var að segja mér í gær, ég talaði við hann að þeir sem eru að berga þessu í augnablikinu, það er fólk, það fer ekkert út úr húsi, þetta fólk getur ekki farið út að kaupa mat, getur ekki farið að vinna, það er verið að loka öllum búðum og allt svoleiðis í gangi og þannig að þetta er verulega að hafa efnahags áhrif á bara umhverfið út alla Minnesota, þetta er ekki bara í stóru borgunum að það eru konurnar. Í fyrsta skipti eru hvítar konur að taka sig saman og hjálpa minnihlutahópum að því við vitum að 50% af hvítum konum kusu Trump og var til þess að hann kom til valda að það í Minnesota eru þessar konur sem er að standa fyrir samfélagi og efla samfélagi til þess að halda áfram án þess að og minnka hræðsluna. En heldur það að þessar aðgerðir hans í Minnesota séu ekki fyrir kjósendur í, ég veit ekki hvar, bara Alabama eða Texas? Jú, bæði og, en maður er líka að sjá... Þetta væri ekki í fréttunum? Fólk er á samfélagsmiðlum. Já. Þannig að það er... En hann leggur áherslu á þetta. Hann kemur eins og í ræðin í gær sem að var til þess að halda upp á, hann kom með veifaði ykkur svona bunka pappír sem var afreksskráin og svo fór hann að þylja upp alla þessa
menn frá Minnesota sem áttu eftir að reykja til Somalíu sem voru glæpamenn, ég veit ekki hvað var alltaf ekki verið 50 nöfn þar. Ég held að það svolítið langt gengið. Hann talaði hálftíma þetta, hann talaði að ákæra bæði fylkisstjóran og borgarstjóran fyrir og það er búið að leggja ákærur á það. Þannig hann var eiginlega að tala að taka yfir Minnesota. Svipað og hann var að tala að taka yfir Grænland. Hann heldur því fram að hann hefur 3 ára unnið þarna í fylkinu í forsetakosningum sem hann hefur aldrei gert. Og talaði að setja herinn inn, ekki bara æseldur herinn. Hann er að tala það núna. Já, og hann og ég held að það sé alveg rétt að auðvitað hann að búa til einhvers konar narratífi, það einhver saga í gangi sem að hann að stækka til þess að fá í raun og veru athygli og svona aðdáun frá makahópnum sem að víða. En líka bara geta það sett bara herlög. Já, og þetta er búið að vera markvisst ferli, hann er búið að vera að leiða sig gegnum þessa borgir, þessi íbúborgir. Það sem að sér líka það sá málaflokkur sem að hann er minnst undir gengur skást í þrátt fyrir allt immigration og innflytjendamáli. Þar er hann minnst að gefa eftir og hann er minnst óvinsæll í þeim málaflokki, af þeim málaflokkum sem að eru og þetta er alveg rétt þegar þú segir það vegna þess að ég er með einhverjar þjónustur hérna á sjónvarpinu hjá mér og ég horfi gjarnan á lokalfréttir frekar heldur en CNN og eitthvað svona og það er ekki rétt vegna þess að ég bjó skiptinum í Chicago og þannig mjög gaman að fylgjast með fréttum það og það er ekki talað um Minnesota og það er bara næsta ríki þannig að ég er samt við verðum náttúrulega líka átt okkur á því að alveg eins og hér að þá býr fólki í litlum upplýsingaheimi og lokalmiðlarnir eru oft líka svolítið að fjalla bara lokalmál, þannig að það er ekki í Minnesota Við getum náttúrulega aldrei skilið þetta því að við erum land, borg, þorp, allt í einu. En við erum að lesa skessuhorn alla daga og ekkert annað. Nákvæmlega, vikufréttir sem auki gerir. En það er líka þessi lokað upplýsingaheimur sem að samfélagsmiðlarnir bjóða upp á og við sjáum eitthvað sem að síðan fólk sem að maður þekkir í Bandaríkjunum heyrir ekkert af. Maður er að tala við vini sín í Bandaríkjunum og segja, ertu búin að lesa hvað Trump bara gerir yfirleitt við hvað og fólk veit kannski ekki á því að það hefur ekki verið í svona þeirra streymi en það sem að eru auðvitað framöndan eru þessar þingkosningar þannig að það sem að maður óttast er að hann sé í raun og einhvern veginn að búa til ástæðu til þess að setja herlög þar sem ekki verður hægt að annarkvort hreinlega bara verður ekki hægt að kjósa í landinu því að það sé einhvers konar stríðsástandi eða hann sé í stríði hann var nú að tala hvað þetta væri erfitt fyrir Úkraínu að það hefði ekki verið hægt að kjósa þar og þau verður nú í stríði og svo er hann auðvitað að búa sér tilefni og þá er hann búin að vera fókusur á þessi demokrataríki þannig að hvort sem að verða einhvers konar ögrun á kjörstað eða dregið úr möguleika til að kjósa eða fólk hreinlega óttast bara að fara út til þess að kjósa að það getur auðvitað verið mjög góð punktur Ég held að hann þór ekki að setja herlög ég held að hann þór ekki að ganga svo langt en ég held að sé hins vegar menn í kringum hann eins og Stephen Miller og mögulega Vance og svo framvegis og bara fólk sem búið að þú veist og Kristi Nóm og einhverju sem búin að gera hluti og taka þátt í hlutum sem að óhjákvæmilega mun leiða til þess að höfðu verið máltíð á hendur þeim og eina leiðin fyrir þau að lenda ekki í bara einhverjum stórkostlegum vandræðum er að þeirra félagar haldi völdum. Já, og svo, það er búið að bakka þeim út í hóp. Hann að horfa á svona, þú veist, að skapa ykkur glundur og að hafa lögreglan sýnilega sem að dregur úr kjörsókn og allt þetta og alveg upp í eitthvað sem bara herlög. Og þetta er ekki plan hvað hann ætlar að, en ég held að hann horfa á þetta er svona eins og litakassi, hann vil hafa alla þessa möguleika. Og þegar það fyrir að líða kosningum og þá það bara að mata okkar staðan og svona ef staðan okkar góð og við getum jafnvel unnið kosningarnar þá fyrir við bara hingað en ég held að það sé svona. Já, ég held að besta greiningi sem að ég hef heyrt Trump sem ég held að sé svona eftir að hafa fyrst með honum í allir þessi ár eigi besti og sérstaklega núna á nýju eftir að hann var að fórseti aftur það að þetta einhvers konar raunveruleika sjónvarp. Það bara nýr þáttur á hverjum degi og stundum bara
tekur efnum mjög miklum breytingum og það er bara nýtt viðfangsefni að því hitt gekk einhvern veginn upp og við sjáum þetta í mjög mörgum málum sem við heldum, hann ætlaði náttúrulega innlima Kanada fyrir korteri, þá vorum við bara öll að pæla í því. Það var nú að postaði bara í gær, var ekki í gær eða fyrradag, það sem var með Kanada sem hluta Bandaríkjunum? Já, ok, það var svona eitthvað kýtl, en hann var í raun og veru bara með þetta var svona eitt aðalmálunum. Já. En hann er ekki búin að gleyma því. En við skulum ekki gleyma því heldur að hann talaði Grænland á síðasta kjörtímabili þegar hann var forseti fyrst. Og þá var það, þetta ekki kannski stórt fólk og svona einhvern veginn, þetta var svona eitthvað hluti af einhverjum ræðum svona hér og þar, en ekki svona, ég held líka sko að mótvæði viðbröðin við þessu tali stækkar máli og svo allt í einu orðið aðalmáli á Davos sem þetta bara snúast efnahagsmál og eitthvað. Þannig að síðan þegar að þetta einhvern veginn gengur ekki upp að þá fer hann inn í Íran eða maður veit aldrei hvað er næst, en það að vera einhvern veginn dag frá degi svolítið samhengislaust, það vantar svona einhverja heildarnarratífu. En hann nærist á því. Það er það sem hann nærir, hann og þá sem er í kringum hann, vegna þess að þegar meðan og þú ert að horfa hérna þarna og allstaðar annar staðar, þá eru þeir sem eru á bakvið að gera það sem að þeir vilja, eins og Kristi Nómi skilti sitt sem að þarna var frá SS, Third Reich, að þú veist, það tekur enginn allt í einu, enginn eftir neinu af því að við erum svo upptekin að því að við erum að tala Grænland eða Íran og ekki gleyma því að á meðan er hann líka sko að græða stórkostlegar fjárhæðir og mjólka ríkið og mjólka stöðu sína og það var mjög það var grein sem var núna bara í fyrradag eða eitthvað á helgina í New York Times sem að það var ofboðslega skemmtileg grafísk framsetning á því hvernig hann hefði hvað hann er búin að raka að sér miklu fé. Þetta er 1,5 milljarður bandaríkjadollara að lágmarki sem hann er búin að græða á einu ári, hann og fjölskyldan. Varðandi raunveruleikasjónvarpið, þá er það óhugnanlegasta sem ég heyrði það, var að við verðum að horfa á þessu með þessu raunveruleikasjónvarp. Raunveruleikasjónvarpið, það var lögmálið það að þú voru alltaf að toppa þig á hverju þætti og þessi þáttur getur ekki enda nema á einn nátt, hann endar í kjarnorkustyrjöld. Já, ég vonum ekki. Krossa fingur, það gerir ekki. En þá er það, þú veist, raunveruleikasjónvarpið þannig, það er ekki svona. Nei. Þetta er alltaf upp. Ég held að þetta er að fá hérna ráðgjafar sem horfa á Kardashian eitthvað svona, ég held að við gerum það ekki, ég held að það var örugglega góð greining á þessu. Ég var að fara í fyrsta season af The Apprentice og og bara þvæla sig í gegnum það bókmenntagreinning. Ég man ég horfði á einhverja þætti þegar þetta var og var alveg skildi ekki akkur þetta var svona vinsælt eða hvers vegna þá var ég nýflutt út til Bandaríkjanna þetta skildi ekkert í þessu manni. Akkur var hann svona vinsælt Við erum först í hvötunum hneyksli. Við erum bara hneykslat allan daginn, en erum við búin að sitja í 8 klukkutíma og hneyklast á ástandinu. Auðvitað erum við að reyna að greina það og reyna að skilja það, en þetta gengur út á að svona toppa sig í að hneyksla hópa. Ég á samviskusemi hef ég hort á svona stóra hluta þessum blaðamannahöfum hans. Ég er alveg að gefast upp á því og ég gafst upp í gær. Og ég var að velta fyrir mér, hvenær í mannkynssögunni höfum við verið með þessa stöðu? Þarna er valdamesti maður í heimi. Rantandi einhverja ótrúlega steypu. Aldrei vegna þess að við höfum aldrei verið eins tengt. Það er náttúrulega, þú veist, þetta er í fyrsta skipti sem við getum öll hort á þetta bara í rauntíma. Ég fór ekki að pröfa að segja að þetta gæti verið Caligula í einhverju svona lélegu leikriti Rómaveldi og þá komu Rómarfræðingarnir og skömmum yfir það að Caligula hefur aldrei verið svona slæmur. En við erum á einhverjum stað sem er svo skrítinn því að maður komi fram og afhjúpi sig sem eiginlega fávita. Hann heldur ekki þræðum nokkuð skapaðan hlut. Hann er svo sjálfsupptekinn, hann er bara helsjúkur af mikilmennsku brjálæði og sjálfsigli og öllum syndum sem hægt er að ímynda sér. Var hann ekki að tala í daginn að hann vissi alveg að hann myndi aldrei fara til heimnaríkis til dæmis. Sagði hann sjálfur einhvern tímann í einhverju viðtali. En hann er svo sjálfhælinn að maður hefur aldrei bara hitt annað eins. Það var blaðamaður sem að fylgdi honum í kosningabaráttunum 2016 sem og ég reyna að muna hvað hann heitir, þekktur blaðamaður frá Newsweek og hann sagði að Trump væri eitt snjallasti stjórnmálamaður sem að hann hefði fylgst með síðan Bill Clinton vegna þess að hann væri svo góður í að stjórna umræðinni og hefði verið hann í kosningunum 2016 En leið væri hann sá maður sem hefði minnstan áhuga
á nokkru öðru heldur en sjálfum sér. Og þannig að hann var alltaf með sjónvarp í gangi, og ef það var ekki verið að tala um hann, þá skipti hann stöð. Og þannig bara var hann bara dun. Hann er alltaf að taka selfie. Já, og alltaf bara fylgjast með hvað er verið að fjalla um hann, og ef það er ekki verið að fjalla um hann, þá vildi hann að það væri verið að fjalla um hann, þá henta hann inn einhverju nýju máli og þú veist, það voru Mexikanar eru nauðgarar og þetta og hitt og svo framvegis. Og að borða ketti og hunda. Og núna er þetta einmitt orðið svo stigmagna sko, að við kippum okkur ekki upp við það að hann kalli heila þjóð nauðgara. Já. Og það passar inn í raunveruleika sjónvarpið sko. Já, eða þá að reyna einhvern veginn að rökstyðja það að hann geti bara áselt eitthvað land sko. Það var einhverjir greinendur á BBC að tala um að það væri ekki fyrir síðan sko Genghis Khan hefði að einhver hefði bara komið og sagt ég ætla að fá þetta en það er ekkert verið að bera fyrir sig eitthvað erum við með sögulega rætur eða eitthvað heldur bara eitthvað lagalegt eitthvað að reyna að svo kemur bara eitthvað svona gimp eins og Stephen Miller og bara ef þú ert nógu sterkur að þá máttu gera það sem þú vilt og þetta er bara þú veist, og hann er bara, hann er eins og eitthvað förðu fyrirbæri, sko. Já, en svo er það bara spurningin að hvort að fólk ætli að fara að ráðum forsætisráðherra Kanada og setja eitthvað annað skilt út í glugga. Hann talaði um það í ræðinni að í kommunismannum og þá hefði það verið þannig að menn hefði sett skilt út í glugga. Mjög Havel. Já, og það hefði bara menn hefði gert og maður sá þetta maður færast Túnis, þá var alltaf hvað heitir hann, Ben Ali fórsti Túnis, þá var það alls staðar öllum stöðum, þetta var bara skylda. Þetta hangi uppi á okkur samkomulegi okkar þetta gangi. Já, bara, við bara fylgjum reglunum nú, bara erum við alltaf að stiga Trump því að það er hættulegt að gera það ekki eða þá, hvað sem það er. Og hvenær ætla fólk að taka niður skilti og segja, ég trú ekki á þetta, þetta er bull, ég er ekki með þessu og það er auðvitað, þetta moment þar sem að fólk segir bara, og áhyggjurnar eru náttúrulega líka að við erum alltaf að horfa á bandaríska þingi því það ætti að vera að bremsa þetta af, að það hefur kvarnast úr hópnum. Fólk sem hefur talað gegn honum, verið inn á þingi, Repúblikana megin, þegar það hefur gert það, að það hefur það hefur svo mikil ágjöf því farnast ekki vel eins og sagt. Nei, það hættir á þingi af sjálfstæðum. Það er bara búið bara á því, bara persónulega. Já, og það er bara en meiri hluti núna er svo næfur þunnur að sko það þarf hvað 2 sæti eða eitthvað þannig að sko það þarf ekki mikið að gerast til þess að hann falli býsna mikið hugrekki og það sem að hefur gerst sem að ætti að verða þess valdandi að fólk myndi snúa sig gegn honum er svo stórkostlegt að ekkert ykkar hefði spáði að það myndi ekki duga bara fyrir viku eða mánuði eða þegar ég fylgist náttúrulega við því ég hef kosningarétt í Bandaríkjunum og ég fylgist náttúrulega með þessu og er farin að fylgjast meira, ég hef aldrei gert áður að fylgjast fyrir utan fylki sem ég bý í og ég er farin að fylgjast með fleiri fylki og hvað þarna fólkið er að segja, pólitíkarnir eru að segja í kringum þetta og ég er bara farin að sjá miklu meira segja í Suðurríkjum, svona miklu meiri opnun að fólk sjáu og bara almenningu líka sjáu rosalega eftir þessu, hafa mist svo ógeðslega mikið að þau sjáu eftir að hafa kosið hennar mann, að bróður hennar mömmu kaus hann og hann er kaþólskur prestur í Boston og hann bara talar, þegar ég tala við hann talar hvað hann er bara ógeðslegur og bara er hvað segir maður á íslensku, evil hann er illviljugur, þannig að þú veist fólki sem að hefur einhvern veginn dást að honum er hægt og rólega Já, hann hefur gengið fram af svona einhverjum svona bro-podcasturum eins og Joe Rogan sem að hefur ekki sem að hefur sem á nú einhverja sök á fylginu sem að validera Bernie Sanders sem að validera Trump klárlega í ákveðnum hópum og ég hef líka séð einhverja grínista sem að lýsti við stuðningi við Trump og þeir hafa verið að bakka frá honum og svo framvegis og það er ekki vegna þess að þessi orðni svo vók eða eitthvað svoleiðis þetta er bara vesennið og óreiðan og lætin og allt það er fólk var svo þreytt undir lok kjörtímabelsins 2016-20 á öllum vesenninu og ruglinu þrátt fyrir að ég fór í gegnum öll Suðurríkin 2018-19 og þá sá maður bara að það var meiri velgengni og það var einhvern betri bílar og það var búið að mála verundina og svo framvegis og þá hugsaði bara hann á eftir að verða endurkjörinn en svo bara
var þetta svo mikil óreið og COVID-feldan svo að lokanum en sko þú veist, fólk var bara orðið uppgefið. Það var bara svona fatík. En það sem að maður kannski batt vonir við, eða svona maður hélt að myndi gerast þegar hann byrjaði þetta tollastríð, sem að núna náttúrulega á að fara að dæma í hvort að hann megi raun og vera að leggja allavega þessa tolla hægri vinstri á ríki, er að viðskiptalífið yrði fyrir svo miklum skelli að þeir færu að þrýsta. Þeir hafa náttúrulega verið bara á hnjánum, sérstaklega tæknigeirinn í kringum hann og maður veltir í fyrir sér í þessu varandi Evrópu, Bandaríkin og í kringum Grænland að hvort að sko þetta áhrifin í kaupöllunum og allt þetta sem hefur verið að gera þeir eru bara mjög glaðir sko hann að nota ríkisvaldi bara til þess að reka hagsmuni þeirra hann notar auðverkisþjónustur til að reka hagsmuni þeirra þetta er bara mjög glaðir Já, kannski enn sem komið er að það er það sem að maður er svolítið Þetta er ekki talsmenn lýðræðis Nei, en við erum samt að tala það er gott fyrir ríki að geta átt viðskipti, óhindruð viðskipti á milli landa, það er gott fyrir fyrirtækin að gera það. Það er ennþá betra að hafa ríkið í liði með sér. Já, en við erum að tala um þessu stóru bandarísku fyrirtæki sem er að þjónusta. Þetta eru einoguna fyrirtæki meira að minna, þú veit ekki fyrirtæki sem er að miða að einhverju frjálsri samkeppni, þetta eru Amazon sem horfaði við okkur vantar meiri samkeppni. Fyrirtæki sem standa bak við hann eru fyrirtæki sem hafa einogunarstöðu og þau eru horfa til ríkisins að þau verji þá stöðu sem líður ekki vel þegar að Trump tekur 10% hlut í Nvidia þá líður kapitalistunum bara mjög illa það er bara þannig nú kom hérna og þegar pilsfaldakapitalistin þetta hættir að vera pilsfaldakapitalismi og verður bara eitthvað svona ríkiskapitalismi þar sem að Trump er bara að taka hlutdeild í útflutningstekjum og er bara að fá kött í öllu fyrir ríkið og guðma þetta fyrir hverja aðra þá líður kapitalistunum illa. Ég segi bara sem kapitalist. Þeir eru að borga mútur upp að einhverju marki. Já, en ok. Það er ekki á mikið. Við erum samt að tala um það. Það helst ekki innanlands. Við erum að borga mútur í Suður-Ameríku. En það sem hann hefur svarað, það sem hann hefur hreyft í Trump einhverju leiti er þegar að kauphöllin hefur orðið mjög rauð, mjög lengi og svo er auðvitað þessi stóra ógnum Hann bakkaði í tollamálunum. Já, hann gerði það. Þessar skuldabréfamarkaðirnir fóru af stað. Nákvæmlega, og það er það sem ég er að tala um, er að ég hélt einhvern veginn að þetta hefði meiri áhrif fyrr. Hugsanlega gerir það núna, við erum líka að tala um að Microsoft er að halda uppi nánast öllum fyrirtækjum í Evrópu, bara í samskiptum og geymslu og vísu eru það ekki hýst í Bandaríkjunum gögnin, eða held ég hýst á Ég held að ríkisbókald okkar sé hýst í Bandaríkjunum. Nei, ég held að öll Microsoft hýsingin er á Írlandi. En við erum að operita fyrirtækin okkar meira og minna í stýrikerfi sem að hægt er að slökkva á aukstæðar. Nei, en það er það sem ég er að tala um, er að þessi viðskipti Svo er það hlust á fréttir að Kínverjar þetta getur slökkt á strætó sem verður eitthvað öryggismál. Sá ekki það frétt? Ég held að þetta frekar að búið frétt að þetta Já, en pointi er að maður hefði haldið að viðskiptalífið hefði haft meira hefði beitt sér meira, þau eru svona einhvern veginn hafa náttúrulega orðið fyrir ákveðnum tekimissi með tollunum, ég meina þetta er bara skattur, þetta er ekkert annað. En ef að Microsoft slekkur okkur þá hættum við að borga licensing fíin gjöldin til þeirra Ég gerir mig grein fyrir því. Þeir vilja peningin það er ekki bara það kostar við marga einhvern Samband við andstöðuna innanlands af því að þú talar um að grínistar sem hefðu stuttan verið búin að snúa það var ég er að horfa á svona undan þennan daga að það Bandaríkjamenn kunna alveg stjórnarandstöðu í gríni það er til dæmis þetta með Nóbelsverðlaunin eru bara heimsmeistarakeppni í fyndni það og gengur hratt yfir og ég sá uppafsatriðið í Saturday Night Live núna sem var helgina það var ótrúlega svakalegt grín á þá félaga alla Þannig að Bandaríkjamenn kunna þetta að berjast í gríni, Já, það hefur bara verið löng saga á því, George Carlin var alveg þekktur fyrir þetta, Æs algjörlega sundur og saman. Þess að veit ég hvort að grín být eitthvað. Það var nú talað um það svolítið fyrra kjörtímabilinu, að þessi grínista sem var alltaf að tala um hann sem hafi verið fáiði, að þeir hefur verið lauki fylgjans. Já, og svo er líka sagan um það að grín á á hans kostnað hefði ítt honum í frambáð á sín tíma þannig að þegar Obama gerði grín á honum á fréttamanna dinnernum þannig að þú veist
hann tekur ekki gríni, við skulum vitum það, sko, við erum að sjá allavega í þeim könnunum sem gerðar í Bandaríkjunum að það fjarar undan honum og replikunum. Og hann skilur ekkert í því og hann hélt þarna ræðu fyrir í mánuðinum sem hann var bara krossundrand á því að þeir varu með frábæra stefnu og það var allt frábært og það var allt stórkostlegt en samt sem aður gengi illa í könnunum og þeir varu bara að horfa fram á það og það var auðvitað þingmönnunum að kenna að þeir varu að fara að tapa núna í haust. Og kannski þyrfti að gera eitthvað í því. Já, og ræðan sem hann held yfir þingmönnunum fyrir svona 3 vikum. Já, einmitt. Þannig að þannig að þeir eru hann átta sig á því og svo ég var að segja áður þess vegna er hann að fara í þessar populísku aðgerðir og við sjáum það Bandaríkjamönnum misbýður aftur Grænlands aðförin og allt þetta dótari og ég er vongóður maður og trúi því að á endanum fjari þannig undan honum að við endum ekki einhvers konar að henn ágæta bíómynd Civil War verði ekki ekki forspágildi þannig að Nei, en ég held að það eru líka alveg að taka inn í að við erum með Project 2025 og við erum með þjóðaröryggisstefnuna þar stendur heilmikið sem að hluta til að raungerast þannig að þetta er mjög upptekinn líka af orkuöflun og hjó eftir í ræðunni áðan að hann talaði að á norðurhveli væri olía að finna og skildi ekkert í Bretum að vera að flagga þessum vindmyllum að það væri bara kjánar sem væri með vindmyllur og það væri Kínverjar sem væri að selja þessar vindmyllur en væri ekki að nota þær sjálfur sem hann algjör della þetta er allt saman einhver della Já, og svo rosa mikið og kannski líka fólk átti sig á því að það sem Trump segir er mjög oft bara ekki rétt en það er eiginlega líklegra Já, eiginlega, það er í það minnst ekki alveg rétt en og hann er svona fókusar og það í þjóðaröryggisstefnunni þá eru þeir að tala orkuöflun og þetta tryggja þetta svona sjálfsögsta búskap að geta verið sjálfu rekið sitt eigi ríki og það er þetta líka að taka innan heim með því að taka frá Venezuela frá norðurhveli jarðar ekki sitt eigi ríki sjálft en og þetta er svona gamaldags pólitík sem hann er að koma með þarna og hún er ekki meira gamaldags en þetta er bara pólitík dagsins Já, hjá honum, hjá Trump í það minnsta. Það er breytingin sem verður. Já, við kannski mörg önnur ríki sem að vilja hafa það öðruvísi og það er það bara spurning hvernig hvort að viðskipti, sameiginleg viðskipti á milli landa verði yfirsterkari heldur en svona einhver ákvörðun sem að Trump tekur bara í einhverju tómi að hann vilji eitthvað. Það er að koma fram eitthvað starf í umræðinni í Evrópu, ég veit ekki hvað hún á að koma fram, það hvert viljum við fara? Það hefur vera það sem að forsætisráðherra Kanada var eiginlega hvetja fólk til þess að fara verðum að tala það. Það þýðir ekki að láta eins og eitthvað sé sem er ekki lengur. Nei, það er rétt og það sem að mér finnst forvitnilegast á næstu 6 mánuðum er þegar við spurum hvert viljum við fara. Ég hefði viljað fara á HM í fótbolta en Svo er það annað. Og það sem að ætlar að stefna 48. Ertu með Facebook sem að getur opnað til þess að sýna þeim? Ætlarðu að fá að fara til Bandaríkjanna? Góð spurning. Ég meina, svo hefur umræðum það að Evrópuríkin eigi bara sleppa að mæta og kannski fleiri ríki. Nei, það verður það ekki fyrir þig að komast til Bandaríkjanna. Já, ég meina, komist ekki það. Ég er ekkert sem ég vilji fara. Þú veist, það bara er þannig spurning. Ég fer allavega 1-2 á ári sem hitta fjölskylduna og svona og ég er ekkert viss að ef það er ekki búið að greiða aðeins úr þessu máli núna að þá fer ég ekkert í apríl, ég fer venjulega í apríl. Á hverju ferðu ekki að því bara Ég óttast að geta ekki annarkvort að komast ekkit út aftur. Þú veist, að komast ekki heim til Íslands af því að þú veist, náttúrulega bý ég hér og allt svoleiðis og ég hef ekki mikinn áhuga á því að búa lengur í Minnesota. Ég til dæmis fer aldrei á veturnar, ég myndi aldrei gera það lengur. En ég hef mjög miklar áhyggjur. Þegar ég tala við son minn og bróður minn, þú veist, þeir megi koma hvenær sem megi vera eins lengi og viljið heima hjá mér. Það er, þú veist, og vini mínir. Ég var með eina vinkonu sem kom og bjó hjá mér núna árið vegna þess að henni leið svo illa í Minnesota eftir allt að hún gat ekki verið þar í heilt ár sko. Fjölskylda konuna þeirra, hún er í Bandaríkjunum? Já. Og er minna farið eða svona hugsaðu tvisvar eða hvað hefur þetta áhrif á, ég er bara að spyrja hvað það voru bara persónulíf fólks?
Nei, sko, ekki á þau persónulega. Ég hef reyndar ekki farið núna svolítið lengi til Bandaríkjanna í einhver 3 ár. eitthvað frendi sem að kaus Trump þarna í fjölskyldunni sem að verið örvitað? Það hefur bara ekki verið rætt, sko. Þetta ræddi ég við sko rússa sem að búa á Íslandi, að þeim var bara rosa erfitt að fara heim og tala við sitt fólk. Af því að það bara sprakk allt við morgunarborðið og mann þurfti bara að læra upp á nýtt að eiga samskipti í fjölskyldunni. En sko, náttúrulega, sko, fjölskylda konur minnar eru innflytjendur og ég efast að þau hafi kosið Trump. En sko klárlega einhver vinir og kunningjar tengdafjölskyldunar klárlega þau búi í Kansas þannig að það sem að Trump vann svolítið góðan sigur en já, ég meina þú veist, ég veit líka bara fólki finnst óþægilegt sko, við höfum talað þetta varðandi sko fyrir krakka sem eru að klára menntaskóla og háskóla og svo framvegis það eru færri að horfa til Bandaríkjanna heldur en áður vegna þess að krakkar vilja frekar fara til Evrópu heldur en að fara til Bandaríkjanna og það er það sem verður svo áhugavert sko, til lengri tíma litið því að Bandaríkjan hafa verið segullin á klárasta og duglegasta og flottasta fólki alls þar í heiminum og núna eru þeir að segja og ég horfði á viðtal við eitthvað vitlýsing frá Flórida sem er að bjóða sig fram held ég til ríkisstjóra eða eitthvað annað að alveg brjálaður yfir því að Trump gerir samningu Kína og það myndi 600.000 kínverski námsmenn fá að komast í háskóla í Bandaríkjunum. Hann dróð það ályktun að 200.000 þeirra kæmu inn í háskólakerfið í Flórida og myndu taka pláss frá Flórida, frá krökkum frá Flórida. Og hann ætlaði nú aldeilis að stoppa það. Það er bara pínu lítið af þeim. Já, ég veit að þetta er allt saman einhver della. Þú veist, dellan er ekki bara þarna, hún vellur niður, sko. Og en ef að Bandaríkin fara að missa það, þá missa þeir sko fólki sem að stofnaði Google. Þá missa þeir fólki sem að sko hefur stofnað mörg af þessum ofboðslega stóru og flottu fyrirtækjum og þetta fólk fer annað. Og háskólanir í Kína, háskólanir í Indlandi, háskólanir í Evrópu styrkjast. Ástralíu. Ég meina það er náttúrulega, þú veist, sorglegt að umræðan sem var í haust hér innflytjendur og nemendur sem voru komin í Háskóla Íslands að það hafi komið svona upp að því að þetta er akkurat kjöri tækifæri fyrir okkur að líta út fyrir og sjá, heyrðu, hvernig getum við, þú veist, lokka fólk hingað og breytt samfélaginu og breytt námskerfinu. Og líka mikilvægt fyrir Íslendinga að hafa tengsleil út allan heim, sko. Nei, ég meina, þú veist, við bara ef við eins og jarðhitaskólinn sem hefur sko skapað bara alls konar tækifæri. Ef við ætlum að fara lengra inn í sko svona verkefni eins og Alvotech með og inn í þessi líftæknivísindi og svo framvegis. Við erum ekki að mennta fólki í þetta og við verðum að flytja fólki inn og við höfum verið að flytja fólki inn til þess að vinna í svona mjög sérhæfðum, mjög tæknilegum og vísindalegum störfum og og ef við ætlum að láta þann hluta af samfélaginu vaksa til þess að við eigum til þess að standa undir velferðinni, þá verðum við að fá þetta fólk inn. Þá verðum við að vera opin. Sko. Já, og líka aðeins sko, að því ég nú mennti í Bandaríkjunum og borgaði morfjár fyrir námið mitt og ennþá að borga því að það er auðvitað og ég bjó í New York og Seattle þar er náttúrulega Trump bara ekki vinsæll og ég var að vinna í pólitíku, ég var þarna í nóvember og við vorum rættum það daginn og fylgdist með Zohran Mamdani sigra þannig að fólki í kringum mig er mjög vinstri sinna og það svona, þú veist, og ég var auðvitað að vinna fyrir demokrata, þú veist, alls konar demokratar og inn í alls konar herferðum en það sem að kannski mér var svo sérkennilegt að fara og auðvitað var ég að horfa á einhvern sósíalista sigra New York sem auðvitað bara mjög áhugavert. Ég var að vinna fyrir borgarstjóra í kosningabaráttunni fyrir einhverjum 8 árum eða eitthvað, 12 árum að það er ákveðin svona mér þykir mjög vænt Bandaríkjun og sérstaklega New York, þetta er svona mín borg og þetta er einhvern veginn svona þetta er svo mikil suðupottur af alls konar menningu, einmitt háskólarnir hafa verið ótrúlega flottir og ég meina það hefur verið dæmi fjölmenningar samfélag sem gengur upp bara, ég meina það er eins og gerist víða sko fátt skemmtilegra heldur en að bara skella sér í strætó í New York og byrja að spjalla sko, það er bara einhvern veginn þú heitir bara alls konar fólk alls þar á heiminum og
og allir að gera eitthvað ótrúlega áhugavert og það hefur verið þetta háskólarnir, nýsköpunin í Bandaríkjunum, viðskiptalífið, það hefur þetta verið alls konar mismunandi, Bandaríkin eru þetta bara mörg ríki sem eru gríðarlega ólík, en það ég held að þessar taugar margra Evrópubúa til Bandaríkjana og öfugt að þessar tvær álfur eru svo samtengdar. Ég held að verði rosalega erfitt að einn maður, ég trúi því ekki, setja okkur á svona sérkennilega staði eins og við erum að upplifa í dag. Ég bara trúi ekki, ég held að þurfi meira til. Þannig að ég held að þessi saga og líka menning, þó hún sé einhver leyti ólík, að þá held ég að við erum bara svo brjálæðislega trengd að þetta getur ekki endað með ósköpum. Þess að það komu í Trump-tíman. Það stundum verið að segja við mig talaði mikið um Trump en ég bara tekið eftir því að fólk kofi mikið náðu þessu. Og við gerum þetta einu sinni í viku, ættum kannski að gera þetta hverjum degi, alltaf svona undir miðnætti. Ég kæði alveg ofsalega þreytandi. Trump-tíminn. Það verður að fá eitthvað. Ég komin á þann stað að ég verð að fara að taka mig pásu frá því að hugsa og hlusta og lesa bandarísk stjórnmál. Ég bara þetta og einhvern veginn að sena mig og komast í núvitundina aftur. Ég svo fegin að geta farið inn í tíma og séð alla flóruna sem við fáum á menntavísindasviði og okkar nemendur. Takk fyrir að koma hingað, Bryndís, Friðjón og Brynja. Takk sem leiðis. Við ætlum að sitja hérna áfram, ætlum að reyna að skilja hérna heim sem við lifum í næst á dagskráður eitthvað allt annað og ekki Trump. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.